Komið þið sæl. Ég býð ykkur velkomin á málstofuna Staða íslenskunnar í stafrænu sambýli við ensku sem haldin á rafrænu hugvísindaþingi 2020. Ég heiti Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor emeritus og stýri málstofunni ásamt Sigríði Sigurjónsdóttur prófessor. Tilgangur málstofunar að kynna rannsóknarverkefnið Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis sem fékk 3 ára öndvegisstyrk rannsóknarsjóðs árið 2016 og nú formlega lokið. Þótt enn sé verið að vinna úr gögnum sem safnað var innan verkefnisins og niðurstöður munu halda áfram að birtast á næstu árum. Á málstofunni verða 3 erindi. Það fyrsta flytjum við Sigríður og það heitir Forsendur, rannsóknarspurningar og rannsóknaraðferðir. Í næsta erindi kynnir Sigríður Sigurjónsdóttir helstu niðurstöður úr 7 meistararitgerðum sem hafa verið skrifaðar innan verkefnisins. Og í síðasta erindinu sem Sigríður og Dagbjört Guðmundsdóttir í doktorsnemi flytja, en við Íris Edda Nóvenstein, doktorsnemi einnig skrifuð fyrir, verða kynntar nokkrar niðurstöður sem þegar liggja fyrir úr verkefninu. En byrjum nú á fyrsta erindinu forsendur verkefnisins, rannsóknarspurningar og rannsóknaraðferðir. Hvers vegna fórum við á stað með þetta verkefni? Við byrjuðum að leggja drög að því fyrir rúmum 5 árum vorið 2015. Meginástæðan var sú að á þeim tíma, eins og svo sem iðulega bæði fyrr og síðar, var töluverð umræða stöðu íslenskunnar og mjög skiptar skoðanir komið fram á því hversu sterk hún væri. Ýmsir héldu því fram að staðan væri mjög sterk, enda væri íslenska notuð á öllum sviðum samfélagsins, í stjórnkerfinu, menntakerfinu, verslun og viðskiptum, fjölmiðlum, í menningarlífinu, á netinu og í öllum daglegum samskiptum fólks. Aðrir bentu hins vegar á að ýmsar breytingar undanfarins áratugar ykju álag og áreiti á málið og gætu hugsanlega veikt stöðu þess. Þar bæðum að ræða þjóðfélagsbreytingar eins og stóraukin ferðamannastraum, mikla fjölgun fólks með annað móðurmál, aukið háskólastarf á ensku og alþjóðavæðingu sem getur haft áhrif á viðhorf málnotenda. Hins vegar eru svo tæknibreytingar eins og snjalltækjabyltingin, tilkoma gagnvirkra tölvuleikja, aukin notkun á efnis- og streymisveitum og síðast en ekki síst talstýring ýmiss konar tækja. Hér ekki tími til að fara út í umfjöllun þessa þætti og hvernig þeir gætu haft áhrif á málþróunina, en það má lesa í ýmsum sem við höfum skrifað þessi efni. Afleiðingar aukinnar ensku í málumhverfi okkar gætu komið fram á mismunandi hátt. Í fyrsta lagi gætu bein áhrif ensku aukist, til dæmis á orðaforða, setningagerð, beygingar, framburð og merkingu orða. Í öðru lagi gæti íslenskt mállegt íla minnkað sem merkir að minni íslenska gæti verið í umhverfi barna á máltökuskeiði einmitt á þeim tíma sem þau þurfa sem mesta íslensku til að byggja upp öflugt málkerfi og málkennd. Í þriðja lagi gæti notkunarsvið íslensku skerst vegna þess að enskan kæmi í staðinnar á ákveðnum sviðum, til dæmis í ferðaþjónustu, viðskiptalífi eða tölvusamskiptum. Í fjórða lagi gæti þetta leitt til þess að virðing málnotenda fyrir tungumálinu minnkaði ef málnotendur, einkum af yngri kynslóðinni, fengju þá tilfinninguna að íslenska nýttist þeim ekki á öllum sviðum, gæti það leitt til þess að þeim færi að finnast hamlandi og hallærisleg. Umfjöllun umræðu á þessu tagi var sem sé áberandi þær mundir sem við ýttum verkefnu úr vör og hér má sjá 2 dæmi þess, annars vegar grein í Fréttablaðinu vorið 2015, þar sem talmeinafræðingur segir frá því að íslensk börn sem hún vinnur með skorti orðaforða og þekki oft ekki íslensk heiti á algengum hlutum. Hins vegar frétt úr Morgunblaðinu 2017, þar sem grunnskólakennari segir að nemendur noti iðulega ensku til samskipta í skólanum og kennir netvæðingunni Þótt við heyrðum margar sögur af þessu tagi var ómögulegt að draga nokkra almenna ályktun af þeim. Fólk tekur auðvitað fremur eftir því óvenjulega en því venjulega og því má búast við því að enskunotkun barna veki meiri athygli en íslenskunotkun þeirra. Þótt þessi vissulega sláandi að heyra íslensk börn tala saman á ensku, má vel vera að fyrir hver 2 börn sem að nota ensku til samskipta séu 2000 eða 20.000 sem gera það ekki. Við vildum freista þess að fá svör við því hver staðan væri í raun og veru og sóttum því öndvegisstyrk rannsóknarsjóðs haustið 2015 til að gera ítarlega rannsókn á þessu máli.
Styrkinn fengum við og hófum verkefnið mitt ár 2016. Því lauk formlega mitt ár 2019 og við höfum skilað lokaskýrslu til rannsóknarsjóðs, en gögnin sem safnað var eru þó brunnur sem hægt verður að ausa af á næstu árum og greina niðurstöðurnar ítarlegar. Sigríður Sigurjónsdóttir var aðstjórnandi verkefnisins og Eiríkur Rögnvaldsson henni til liðsinnis. Í rannsóknarhópnum voru einnig Anton Karl Ingason, Ari Páll Kristinsson, Ásgrímur Angantísson, Birna Arnbjörnsdóttir og Einar Freyr Sigurðsson, sem öll eru málfræðingar við Háskóla Íslands og Árnastofnun, og svo Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, forstöðumaður Félagsvísindastofnunar Háskólans, en stofnunin annaðist hlut af gagnasöfnun og úrvinnslu fyrir okkur. Auk þess tóku 3 doktorsnemar þátt í verkefninu, þau Ásrún Jóhannsdóttir, Íris Edda Nóvenstein og Þorbjörg Þorvaldsdóttir og 8 meistaranemar. Við fengum öflugt fræðafólk sem starfar erlendis í lið með okkur sem ráðgjafa, Charles Young, Elínu Þöll Þórðardóttur, Joel Wallenberg, Lauren Mackenzie og Noel P.O. Murdaka. Að auki starfaði fjöldi BA-nema úr íslensku og málvísindum að efnisöfnun og úrvinnslu. Við þökkum öllu þessu fólki fyrir ómetanlega vinnu, án þeirra hefði verkefni skilað litlu. Við lögðum áherslu á að kanna það sem við nefndum stafrænt málsambýli, það er að segja sambýli íslensku og ensku sem á síðustu árum kemur ekki síst fram vegna áhrifa stafrænna miðla. Við vildum einkum fást við 3 svið. Í fyrsta lagi það sem við getum kallað ílag, máltaka og málbreytingar. Þá erum við að skoða þátt ílagsins, það er að segja málsins í umhverfi barna í máltöku þeirra. Hvort hægt er að finna tengsl milli málkunnáttu og málbreytinga annars vegar og þess hversu mikil íslenska er í málumhverfi barna á máltöku skeiði. Einkum vildum við beina athyglinni að hugsanlegum áhrifum ensku í gegnum stafræna miðla, sjónvarp, netið, snjalltæki, tölvuleiki og fleira. Í þessum þætti studdum við meðal annars við fjölmargar rannsóknir á máltöku og málbreytingum. Í öðru lagi vildum við skoða áhrif stafræns málsambýlis á fólk á mismunandi aldri. Við töldum líklegt að áhrifin væri þeim mun meiri sem málhafarnir væri yngri, bæði vegna þess að yngra fólk notaði stafræna miðla á ensku meira og einnig vegna þess að málkerfi þess, einkum barna og unglinga á máltöku skeiði, væri viðkvæmara fyrir ytri áhrifum. Í þessum þætti höfðum við hliðsjón af ýmsum rannsóknum sem hafa verið gerðar á tvítingi. Í þriðja lagi vildum við svo horfa á málið í víðara samhengi en bara því íslenska og leita svara við spurningum lífvænleik smáþjóðatungumála á stafrænni öld. Til eru kvarðar sem notaðir hafa verið til að meta lífvænleik smáþjóðatungumála, tungumála yfirleitt, en við töldum að þeir væru á nokkru leyti úreltir vegna þess að þeir tæki ekki tillit til áhrifa hins stafræna umhverfis sem sífellt eru að aukast. Þess vegna langaði okkur til að leggja drög að þróun nýs kvarða til að meta áhrif sambýlis við ensku í nýjum sviðum og miðlum. Við reyndum að setja rannsóknarspurningar okkar fram á þann hátt að þær getur gefið upplýsingar framangreinda þætti. Í fyrsta lagi vildum við kanna hver áhrif stafrænna miðla og snjalltækja væru á íslenskt og enskt ílag með því að finna út hversu mikil íslenska og enska væri í málumhverfi okkar. Í öðru lagi vildum við kanna viðhorf málnotenda til íslensku og ensku, reyna að finna út hvort viðhorfin væru önnur meðal barna og unglinga en meðal fullorðina og hvort mismunandi viðhorf tengdust mismunandi málumhverfi á einhvern hátt. Í þriðja lagi vildum við kanna hvernig málnotkun Íslendinga væri háttað, einkum hversu mikil virk enskunotkun þeirra væri og fá svar við því hversu útbreitt það er að íslensk börn og unglingar tali saman á ensku. Í fjórða lagi vildum við kanna málkunnáttu fólks á mismunandi aldri, bæði orðaforða og málfræðilega þætti og komast að því hvort aukin enska í umhverfinu væri hugsanlega farin að hafa einhver áhrif á íslenska setningagerð og orðaforða, hvort komin séu fram einhver tilbrigði í málinu sem rekja megi til enskara áhrifa. Það helsta sem við könnuðum beint til að reyna að svara þessum spurningum voru eftirtalin atriði. Í fyrsta lagi magn íslensku og ensku í málumhverfinu, hlutfall þess tíma sem fólk hefur hvort mál í umhverfinu. Í öðru lagi kunnátta í íslensku og ensku, til dæmis hvaða orðaforða
málnotendur hafa í hvoru máli, í þriðja lagi áhrif ensku á íslensku og öfugt, hvar og hvernig koma slík áhrif fram, og í fjórða lagi viðhorf til íslensku og ensku, hversu mikilvægt finnst fólki að vera góður í íslensku og ensku. Og nú tekur Sigríður við og talar rannsóknaraðferðir. Já, komið þið sæl. Við notuðum 2 aðal rannsóknaraðferðir. Annars vegar voru þessi atriði könnuð með viðamikilli netkönnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sendi okkar nafni til 5.418 manna lagskipts handahófskennds úrtaks Íslendingur þjóðskrá. Þar sem 3.918 manns voru á aldrinu 13 ára til 98 ára og 1.500 voru börn á aldrinu 3 til 12 ára. Þáttakendum var skipt í 11 aldurshópa. Í raun voru þetta 5 kannanir sem rannsóknarhópurinn setti saman því að ræða eina svokallaða fullorðinskönnun fyrir 13 ára og eldri og svo 4 mismunandi útgáfur af barnakönnuninni eftir aldri barnanna sem tóku þátt. Athugið að foreldrar svöruðu netkönnununum fyrir 3 til 9 ára börnin en 10 til 12 ára börnin svöruðu könnunina mestu sjálf þóttu gætu leitað eftir aðstoð foreldra sinna. Hin megin rannsóknaraðferðin var að við kölluðum til okkar 240 þáttakendur í viðtöl og ítarlegri prófanir. Þáttakendur voru valdir úr hópi þeirra sem tóku þátt í netkönnununum eftir ílagsmælingum. Það við völdum þáttakendur úr öllum aldurshópum sem voru með lítið, meðal og mikið ensku ílag daglega. 10 ára og eldri komu til okkar 2 sinnum í 1,5 tíma í senn, en 3 til 9 ára börnin komu 3 sinnum í klukkutíma í senn. Þessi viðtöl og ítarlegri prófanir gefa okkur enn betri mynd af málumhverfi viðhorfum, málnotkun og málkunnáttu Íslandinga í dag en netkönnunin. Auk þessara 2 megin rannsóknaraðferða tóku við svo viðtöl við rýnihópa og kennara í skólum. Ef við skoðum fyrst netkannanirnar, í þeim öfluðum við nauðsynlegra bakgrunnsupplýsinga þáttakendur, til dæmis kyn, aldur, menntun, starf, búsetu sögu, móðurmál og þroskaraskanir. Við fengum einnig yfirlit yfir mállegt ílag þáttakenda á æviskeiðinu, það er hvaða tungumál fólk hefur notað og hve lengi, og við mátum einnig magn íslensku og ensku í málumhverfi þáttakenda. Það er hlutfall tíma sem menn hafa hvort mál í umhverfinu daglega og eðli þess ílags, það er hvort var að ræða óvirt ílag, það er hlustun og lestur, eða virt ílag, tal og skrif. Þá spurðum við einnig sérstaklega tölvu- og snjalltækjanótkun. Einnig könnuðum við viðhorf þáttakenda til íslensku og ensku með ýmsum staðhæfingum gildi og notkun íslensku og ensku, þar sem þáttakendur merktu við á 5 punkta kvarða hversu sammála eða ósammála þeir væru. Ef við lítum nánar á það hvernig við könnuðum málkunnáttu þáttakenda, þá voru málfræðibreyturnar sem við rannsökuðum hjá 13 til 98 ára í netkönnuninni kannaðar með dómaprófum, tíðni orðalistum og málsýnum sem fólust í ritunarverkefnum. Í öllum tilfellum var að ræða verkefni bæði á íslensku og ensku og orðalistarnir prófuðu skilning þáttakenda á orðum, það er óvirkan orðaforða. Í dómaprófinu voru þáttakendur til dæmis beðnir að meta setningar á 5 punkta kvarða sem flokka sem hefðbundin íslenska, það er þær voru í samræmi við íslenskan málstaðal, en einnig nýlegri tilbrigði eða málbreytingar í íslensku og setningar þar sem koma fram áhrif ensku á íslensku. Málfræðibreyturnar í barnanetkönnunum voru mismunandi eftir aldri barnanna. 3 til 9 ára börnin fengu ýmis próf og verkefni, til dæmis voru þau beðin að endurtaka og botna setningar og velja á milli mismunandi kosta til að prófa hefð og tilbrigði í íslensku. Orðaforði þeirra var prófaður með íslenskum og enskum orðalistum þar sem foreldrar mátu hvort þau hefðu tiltekin orð í orðasafni sínu. 10 til 12 ára börnin voru prófuð í íslenskri og enskri málfræði, hefð, tilbrigði og utankomandi ensk áhrif, bæði með því að botna setningar og með dómaprófi. Orðaforði þeirra var prófaður með íslenskum og enskum orðalistum þar sem þau mátu sjálf hvort þau þekktu viðkomandi orð og að lokum var skilningur þeirra á ensku kannaður með því að þau voru spurð spurninga á ensku og áttu að svara þeim á íslensku. En snúum okkur þá að viðtalskönnuninni fyrir 13 ára eldri, en þar kortlögðum við ílag eða málumhverfi þáttakenda nánar, bæði magn og tegund, snjalltækjanotkun og viðhorf þeirra til íslensku og ensku með eiginlegri aðferðafræði. Íslenskar málfræðibreytur voru kannaðar með dómaprófi þar sem bæði var að ræða mat á 5 punkta kvarða og bundið val og með sér athugunum. Það var framburður eða íslenskur hreimur þáttakenda kannaður þegar þeir tala ensku,
Þýðingarverkefni voru lögð fyrir þá þar sem íslenska var þýdd yfir á ensku og öfugt og orðaforði á báðum málum var kannaður með því að fá þá til að útskýra merkingu orða og nota orðin í setningum. Einnig var málnotkun þátttakanda á báðum málum könnuð með málsýnum og vinnsluminni þáttakanda kannað með sérstöku prófi. Í viðtalskönnum 3–12 ára barna voru sömu atriði könnuð bara með aðeins öðrum aðferðum og foreldrar barnanna voru einnig teknir í eiginlegt viðtal. Þar sem þeir voru spurðir út í málum hverju barnanna, snjalltækjanotkun og viðhorf barnanna til íslensku og ensku. 10–12 ára börnin svöruðu slíkum spurningum ílag og viðhorf sín einnig sjálf. Einnig var ekki aðeins kannaður íslenskur hreimur barnanna þegar þau töluðu ensku, heldur einnig ýmis breytileiki í framburði íslensku og vinsluminni barna sem voru 6 ára eldri var ekki aðeins kannað, heldur einnig þekkingarminni og aðgerðarminni. Orðaforði á báðum málum var kannaður með PPVT orðskilningsprófinu bæði á ensku og íslensku, en Hrafnhildur Ragnarsdóttir, prófessor emeritus við menntavísindasvið og Valgerður Ólafsdóttir, meistaranemandi hennar, staðfærðu prófið fyrir íslensku. Að lokum gefum við yfirlit yfir gagnasöfnun í verkefninu. Netkönnun 13–98 ára var send út í júlí 2017 til 3.918 manns eins og áður sagði. Svarhlutfall var 41% en 1.615 unglingar og fullorðnir svöruðu könnuninni. Netkannanir 13–12 ára barna voru sendar út í nóvember 2017 til 1.500 barna. Svarhlutfall var 50% en svör bárust frá 724 börnum. Viðtalskönnun 13–83 ára var lögð fyrir sumari 2018 en þar tók 134 manna sérvalið úrtak úr netkönnun unglinga og fullorðina þátt í viðtölum og ítarlegri prófunum. Viðtalskönnun 3–12 ára barna var lögð fyrir veturinn 2018–19. 106 barna sérvalið úrtak úr netkönnunum og foreldrar þeirra kom í viðtöl og prófanir. Að lokum höfum við tekið 4 rýnihópa viðtöl við tölvuleikjaspilara, larpara, læknanema og börn sem spila hlutverkaleiki og 17 viðtöl við kennara í leik- og grunnskólum. Eins og þið sjáið þá var gífurlegu magni gagna safnað í verkefninu og úrvinnsla á þeim mislangt komin. Hér að lokum nokkrar heimildir og svo þakkir til þáttakenda og annara sem tóku þátt í verkefninu. Og nú þessu erindi okkar Eiríks Rögnvaldssonar lokið. Takk fyrir áhorfið. Nú ætla ég að kynna helstu niðurstöður MA-ritgerða sem skrifaðar hafa verið innan öndvegisverkefnisins. Við vorum einstaklega heppin með starfsfólk í verkefninu og fengum til dæmis afbragðsleg framhaldsnema í lið með okkur sem margir nýttu gögn úr verkefninu til að skrifa lokaritgerðir. Alls hafa 8 MA-ritgerðir verið skrifaðar innan verkefnisins og ég mun nú reifa helstu niðurstöðu 7 þeirra eða allra nema þeirra fyrstu. Sú ritgerð var skrifuð á Max Neylor vorið 2017 áður en við hófum gagnasöfnun innan verkefnisins. 4 fyrstu ritgerðirnar sem ég fjalla byggja á niðurstöðum netkönnunar verkefnisins fyrir 13 ára og eldri en 3 síðustu ritgerðirnar á niðurstöðum viðtalskannananna. Ritgerð Dagbjartar Guðmundsdóttur frá júní 2018 og ber heitið Aldursbundin þróun stafræns ílags í málsambili íslensku og ensku, kortlagning á umfangi, eðli og áhrifsbreytum. Markmið ritgerðarinnar var að fá yfirlit yfir stafrænt ílag í málum hverju 13–90 ára þáttakanda í netkönnun verkefnisins. Dagbjörg vann úr svörum 1427 þeirra, 1615 unglinga og fullorðina sem svöruðu netkönnuninni. Athugið að með hugtakinu stafrænt ílag átt við allt mállegt áreiti frá stafrænni tækni, til dæmis sjónvarpi, tölvum, snjalltækjum og stafrænum aðstofamönnum. Talað óvirt ílag þegar að ræða áhorf, hlustun og lestur, en virt ílag á hins vegar við tal og skrif, til dæmis þegar spilaður tölvuleikur með samskiptum við aðra spilara. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að mikill munur á stafrænni notkun þáttakanda eftir aldri þeirra. Þótt allir aldurshópar fái mikið stafrænt ílag. Yngra fólk, 13–30 ára, fær meira stafrænt ílag í gegnum netmiðla, netið, efnisveitur og smáforrit en eldra fólk, 31 árs og eldra. Fær frekar slíkt ílag með því að hlusta og horfa á íslenskar og erlendar sjónvarpsstöðvar. Einnig fær yngra fólk meira stafrænt ílag sem líklegt til að vera á ensku en eldra fólk. Tölvuleikjaspilum með samskiptum við aðra spilara sem líklega fer aðalega fram á ensku nær einskorðuð við yngstu 2 aldurshópana 13–20 ára ungmenni.
Niðurstöður sýna einnig að marktækt fleiri 13–20 ára ungmenni spila tölvuleiki án samskipta við aðra spilara en fólk í eldri aldurshópum. Þá kom fram greinilegur aldursmunur í mati þáttakanda á 4 staðhæfingum í netkönnuninni þar sem könnuð voru viðhorf til virkrar enskunótkunar, það að tala og skrifa ensku. Yngra fólk var jákvæðast gagnvart þessum staðhæfingum sem þið sjáu þarna á glærunni. Loks gerði Dagbjört línilega aðkvarsgreiningu til að athuga hvað fyrir utan aldur spái best fyrir enskunótkun íslenskra unglinga á aldrinu 13–15 ára. Niðurstöður voru þær að svör við staðhæfingunum hér að ofan spáðu best fyrir heildar enskunótkun þáttakanda og þær spáðu betur fyrir virka en óvirka enskunótkun. Að lokum komst Dagbjört að því að tölvuleikjaspilum með samskiptum við aðra spilara hefur besta spágildið fyrir virka enskunótkun af stafrænu ílagsbreytunum. Ritgerð Elínar Þórsdóttur einnig frá 2018 og ber heitið Áhrif aukinnar enskunótkunar á íslenska málfræði, breytileiki, háttanótkun og áhrif ílags. Ritgerðinni var ætlað að svara þeirri spurningu hvort aukið magn ensks ílags í málumhverfi íslenskra ungmenna í dag geti hraðað íslenskum málbreytingum sem þegar voru komnar fram í íslensku fyrir einhverjum áratugum síðan. Þetta var einmitt ein af aðalrannsóknarspurningum verkefnisins, hvort við getum búist við því að breytileiki sem þegar til staðar í málinu aukist í máli yngra fólks vegna þess að það færi nú minna íslenskt ílag á máltökuskeiði. Málbreytur eins og viðtengingarháttur sem frekar sjaldgæfur í íslensku og börn læra frekar seint gætu frekar orðið fyrir áhrifum en algengari málbreytur. Í þessum tilgangi skoðaði Elín mat á 8 prófsetningum með annars vegar sögn í framsöguhætti og hins vegar viðtengingarhætti. Að ræða 2 tilbrigði í notkun, hefð samkvæmt málstaðli og nýjung eða málbreytingu. Til dæmis í prófsetningunni í 1, þar sem í þessu tilfelli viðtengingarhátturinn fylgir hefð, undirstrikaða og breiðletraða sagnformið, en framsöguháttur sagnarinnar nýjung og merktur með stjörnu. Elín skoðaði svör 16–20 ára ungmenni í netkönnuninni sem voru samtals 184. Til að skoða hvort það væri tengsl á milli enskunótkunar ungmennanna og hvernig þau mátu setningarnar á síðustu glæru, þá flokkaði hún ungmennin fyrst í 2 flokka, þá sem nota ensku mikið og þá sem nota hana minna, og síðan flokkaði hún sérstaklega þá sem féllu í flokk mikillar enskunótkunar og notuðu ensku mjög mikið. Þetta gerði hún með því að gefa ungmennunum stig eftir því hvernig þau svöruðu þeim 4 spurningum í netkönnuninni sem snerað enskunótkun þeirra, hlustun, lestri, tali og skrifum. Og á glærunni sjáu þið hvernig stigagjöfinni var háttað. Niðurstöður flokkunarinnar eru sýndar neðst á glærunni og flokkarnir nefndir enska mínus, enska plús og enska plús plús plús. Út frá þessari flokkun sjáum við að 57% ungmennanna falla í flokkin enska plús því þau fengu 6–8 stig fyrir enskunótkun. Og af þeim falla 20% í flokkin enska plús 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 því þau fengu 8 stig, það hæsta fjölda stiga sem hægt var að fá, það þau hlusta, lesa, tala og skrifa ensku daglega og nota því mjög mikla ensku á hverjum degi. Á þessu súluriti sjáu þið mathópana enska plús og enska plús plús plús, ungmenni sem nota annars vegar mikla og hins vegar mjög mikla ensku á óhefðbundnu prófsetningunum. Þetta er mat þeirra á óhefðbundnu prófsetningunum. Súlurnar 2 hægra megin sýna að enska plús 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 hópurinn sem notar ensku mjög mikið samþykkir óhefðbundnu setningarnar meira en hinn hópurinn, grænu súlurnar. Enska plús 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 hópurinn hafnar líka miklu sjaldnar óhefðbundnu setningunum, bleiku súlurnar. Þau ungmenni sem nota mjög mikla ensku daglega eru því líklegri til að samþykja nýjungar í háttanótkun í íslensku sem ekki samræmast málhefð og þau hafna líka síður þessum nýjungum. Þessar niðurstöður benda til þess að það séu tengsl á milli aukinnar enskunótkunar í íslensku málsamfélagi í dag og aukins breytileika í notkun, framsöguháttar og viðtengingarháttar í máli ungra Íslendinga. Niðurstöður Elínar gætu því bent til þess að aukin enskunótkun í íslensku málsamfélagi geti hraðað sjálfsprottnum málbreytingum í íslensku sem komna voru fram í málinu fyrir daga snjalltækjabyltingarinnar. Þá komið að ritgerð Lilju Bjarkar Stefánsdóttur frá 2018 sem ber heitið Heimdragar og heimsborgarar, menningarlegur hvati í stafrænu málsambili. Markmið ritgerðarinnar var að skoða áhrif alþjóðavæðingar og nýlegra samfélagsbreytinga á viðhorf Íslendinga til íslensku og ensku.
Lilja færi rök fyrir því að ólíkir menningarhvatar sem vísa til þess hvernig einstaklingar skilgreina sjálfsmynd sína í menningarlegu samhengi hafi áhrif á viðhorf fólks til móðurmálsins íslensku og alþjóðamálsins ensku. Ritgerðin er byggð á netkönnun verkefnis okkar þar sem Lilja notar mat 13-98 ára þáttakanda á staðhafingunni Mig langar að búa á Íslandi í framtíðinni til að skipta þeim í 2 hópa. Heimdraga, þeir sem eru mjög sammála eða frekar sammála þessari staðhæfingu og heimsborgara, þeir sem eru mjög ósammála, frekar ósammála eða hvorki sammála né ósammála staðhæfingunni. 1573 þáttakendur í netkönnun 13 ára eldri svöruðu viðhorfsspurningu. Af þeim flokkast 1171 sem heimdragar en heimsborgarar eru heldur færri eða 402. Niðurstöður Lilju sýna að það er munur á viðhorfum þessara 2 hópa, bæði til íslensku og ensku. Heimdragar sem eru sammála því að þá langi til að búa á Íslandi í framtíðinni eru alltaf jákvæðari gagnvart íslensku en gagnvart ensku. En aftur á móti eru heimsborgarar sem ekki eru sammála þessum fullyrðingum alltaf jákvæðari gagnvart ensku en gagnvart íslensku. Athyglisvert er að meiri munur er á svörum hópana við spurningum íslensku en ensku. Heimdragar hafa einnig frekar jákvætt viðhorf til ensku og gera sig grein fyrir mikilvægi hennar, en þeir eru samt jákvæðari gagnvart íslensku. Heimsborgarar eru hins vegar líklegri til að taka afstöðu til tungumálanna 2 þar sem þeir meta gildi ensku meira en íslensku. Ritgerð Tinnu Frímann Jökulsdóttur er 4. ritgerðin sem lokið var vorið 2018. Hún ber heitið I didn't understand that, please try again, samskipti Íslendinga og stafrænna aðstoðamanna. Markmið ritgerðarinnar var að afla upplýsingum samskipti Íslendinga við stafræna aðstoðamenn. Ungverjinn Andreas Kornai nefnir 3 skýr merki yfirvofandi dauða tungumáls, þar sem notkunarsvið málsins skerðist fyrst. Notkun stafrænna aðstoðamanna á Íslandi er dæmi skert notkunarsvið íslenskunar, því stafrænir aðstoðamenn hvorki skilja né tala í íslensku og geta því skert lífvanleika hennar. En hversu mikil var notkun stafrænna aðstoðamanna á Íslandi vorið 2018? Þrátt fyrir að stafrænir aðstoðamenn hafi verið nýir á markaðnum á þeim tíma, þá sýna niðurstöður sérrannsóknar Tinnu að 34% þáttakanda höfðu prófað þessa tækni og niðurstöður netkönnunar okkar sýna að 48% okkar þáttakanda höfðu gert það og notkunni var mest hjá yngri þáttakendum. Rannsókn Tinnu leiddi í ljós að samskiptaerfiðleikar við stafræna aðstoðamenn voru algengir. 80-88% þáttakanda höfðu lent í slíku, en þeir stafa oftast að því að stafrænir aðstoðamenn skilja ekki ensku sem töluð er með íslenskum hreim. 66-71% þáttakanda segðust myndu nota íslensku í þessum samskiptum ef það væri hægt. Niðurstöður Tinnu sýna mikilvægi þess að þróa íslenska máltækni til að tryggja lífvanleika íslenskunar og tryggja að íslenska missi ekki veigamikið umdæmi til ensku til frambúðar. Ritgerð Hildar Hafsteinsdóttur er frá febrúar 2019 og nefnist Íslenskur hreimur í málsambili, áhrif ílags, aldurs og viðhorfa á ensku framburð Íslendinga. Hildur skoðaði íslenskan hreim í framburði 57 þáttakanda á aldrinu 14 til 83 ára í viðtalskönnun okkar við 13 ára og eldri. Þar voru þeir beðnir að lesa upp 10 enskar setningar með orðum sem valin voru út frá 4 áberandi einkennum íslensks hreims. Aðblæstri, afröddun hljómenda undan PTK, áherslu á fyrsta atkvæði orðs og framburði vaff og tvöfaldvafs. Til dæmis í eftirfarandi setningu sem er borin svona fram með íslenskum hreim, Jack makes delicious cupcakes with salted caramel. Hildur skoðaði hlutfall og tengsl íslensk hreims við aldur þáttakanda, við hlutfall ensks ílags í málumhverfi þeirra og við svör þeirra við spurningum viðhorf til enskunotkunar. Myndin vinstra megin sýnir að niðurstöður hennar leiði í ljós sterk tölfræðileg tengsl á milli íslensk hreims þáttakanda og hlutfalls ensku ílagi þeirra eða enskunotkunar þeirra. Því hærra sem hlutfall ensku er í ílagi á x-ásnum, því minni er íslenskur hreimur þeirra þegar þeir bera fram ensku, ufsulonásinn. Nokkur munur er á hlutfalli íslensks hreims eftir ílagsgerð, því hátt hlutfall ensku í virku ílagi þáttakanda, tali og skrifum, dregur meira úr íslenskum hreim þeirra en óvirkt ílag, hlustun og lestur. Þannig að því meiri sem virk ensku notkun þeirra er, því minni íslenskur hreimur kemur fram í ensku framburði þeirra.
Myndin hægra megin sýnir að einnig kemur fram nokkuð sterk fylgni milli viðhorfs þátttakenda til virkrar enskunótkunar og hlutfalls íslensk hreims þeirra þegar þeir tala ensku. Þannig að því meira ósammála sem þáttakendur eru fullyrðingunni, mér finnst gaman að vera í aðstæðum þar sem ég þarf að tala ensku, því meiri er íslensku hreimur þeirra þegar þeir bera fram ensku. Fjólubláu súlurnar tákna þá sem eru ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni og þeir eru með mesta íslenska hreimin. Ritgerð Berglindar Hrannar Einarsdóttur frá júní 2019 ber heitið Viðhorf unglinga til íslensku og ensku, niðurstöðu viðtalskönnunar við 48 unglinga á aldrinu 13 til 16 ára. Þáttakendur voru 48 unglingar á aldrinu 13 til 16 ára í viðtalskönnun 13 ára eldri. Þau voru spurð 10 spurninga daglega íslensku og enskunótkun sína, viðhorf sín til mikilvægis þess að tala góða íslensku og ensku og hvort þau teldu sig hafa hlotið máluppeldi sem börn. Þegar unnið var úr svörum unglingana var þemagreining notuð til að finna þemu sem eru sameiginleg svörum þáttakenda við spurningunum 10. Möguleg tengsl á milli magns ensks ílags í málum hverju þáttakenda og viðhorfa þeirra til málanna tveggja voru einnig skoðuð með því að bera saman viðhorf þeirra unglinga sem hafa lágt hlutfall ensku í málum hverju sínu og þeirra sem hafa hátt hlutfall ensks ílags í málum hverjunu. Niðurstöður Berglindar almennt sýna jákvæð viðhorf unglingana til beggja mála, þótt munur komi fram á viðhorfum þeirra til málanna tveggja. Þannig enska í þeirra huga tengd afþreyingu í hinum stafræna heimi og ferðalögum til útlanda. Íslenska tengist hins vegar skyldubundnum skólaverkefnum, mikilvægi þess að fá góðar einkunnir í skóla og tala íslensku rétt til að njóta virðingar eldra fólks. Í hnotskurn eru viðhorf unglingana til ensku þau að hún sé mikilvæg vegna þess að hún er alþjóðamál, en þau telja íslenskuna hins vegar mikilvæga vegna þess að hún er þjóðtunga þeirra og þau telja sig öðlast virðingu annara, aðalega eldra fólks, með því að tala góða eða rétta íslensku. Greining á ensku ílagi 10 unglinga og hversu góðir þau telja sig verið í íslensku og ensku sýnir að þau sem hafa hátt hlutfall ensks ílags í málumhverfinu telja íslensku færni sína í meðalagi eða ekki mjög mikla, en þau telja hins vegar enskufærni sína góða. Þau sem hafa lágt hlutfall ensks ílags í málumhverfinu telja sig hins vegar almennt góði í íslensku, en enskufærnin sé aðeins í meðalagi. Að lokum komum við að ritgerð Ólafar Bjarkar Sigurðardóttur frá júní 2020 sem ber heitið Tungumál og tæknivædd börn, viðhorf barna til íslensku og ensku og tengsl þeirra við skjá og netnotkun. Þáttakendur voru 40 börn í barnaviðtalskönnuninni, 10 börn í hverjum aldurshópi. Þau voru valin út frá mati foreldra á daglegu magni stafræns ílags þeirra þar sem 5 börn í hverjum aldurshópi fengu mikið stafrænt ílag og 5 lítið. Ólöf skoðaði svör barnanna við 9 spurningum á barnaviðtalskönnuninni en hverri spurningu fylgdu undirspurningar sem rannsakendur nýttu sér til að fá ítarlegri svör frá börnunum. Og þemagreining var notuð til að finna þemu sem voru sameiginleg svörum þáttakenda við spurningunum rétt eins og hjá Berglindi. Niðurstöður rannsóknar Ólafar á viðhorfum barnanna til beggja mála sína að þau eru frekar lík og almennt jákvæð. Þemað samskipti er ríkjandi í viðhorfum til beggja mála en þar hafa málin þó að mestu aðskilin umdæmi. Umdæmi íslensku eru samskipti á Íslandi og greinilegt er að í huga barnanna er íslenska samskiptamáli hér á landi. Umdæmi ensku eru hins vegar ferðalög til útlanda, samskipti við innflytjendur og útlendinga hér heima og hinn stafræni heimur. Þessi umdæmi skarast að því leyti að enska er notuð hér innanlands í samskipti við innflytjendur og útlendinga og enska er notuð að hluta til í umræðum íslenskra barna hér heima efni sem tengja stafrænni miðlanotkun. Ólík viðhorf barnanna til málanna tveggja má einkum greina í tengslum við skólastarf. Börnin tengja góða færni í íslensku við íslensku kennslu í skólanum, þar sem þau læra að tala rétt mál, sem sé mikilvægt til að öðlast enn og aftur virðingu eldra fólks. Í skólanum telja þau sig hins vegar að læra litla ensku, því hana læri þau frekar af því að horfa á enskt efni og spila tölvuleiki í frítíma sínum. Börn með mikið stafrænt ílag eru líklegri til að segjast hafa lært ensku á þennan hátt. Niðurstöður varðandi stafrænt ílag barnanna sýna það aðallega á ensku. Ólöf skoðaði hvaða áhrif mjög mikið stafrænt ílag og mjög lítið stafrænt ílag hefði á það hversu góð börnin telja sig verið í ensku og íslensku.
Varðandi ensku þá höfðu þau 5 börn sem voru með mest stafrænt ílag meira sjálfstraust í notkun ensku en þau 5 börn sem voru með minnst stafrænt ílag í athuguninni en þau börn töldu sig ekki sérlega góð í ensku. Einnig tók Ólöf eftir að ensk tökuorð komu frekar fram í svörum barnanna með mest stafrænt ílag og umræður tölvuleiki og áhrif þeirra orðaforða barna almennt einskorðuðust við þann hóp. Hvað varðar íslensku þá kom engin munur fram í viðhorfum hópana til íslensku og mikið stafrænt ílag virtist ekki hafa neikvæð áhrif á viðhorf barnanna til íslensku. Takk og það rétt að benda á að allar þessar ritgerðir að finna á skemman.is. Takk fyrir áhorfið. Þá komið að síðasta fyrirlestrinum. Við erum 4 sem stöndum að þessum fyrirlestri en við Dagbjörg Guðmundsdóttir flytjum hann. Og í þessum fyrirlestri munum við gera grein fyrir nokkrum meginniðurstöðum sem nú þegar liggja fyrir úr öndvegisverkefninu. Eins og kom fram í fyrsta fyrirlestrinum var markmið verkefnisins að kanna stöðu íslensku á tímum mikilla samfélags- og tæknibreytinga. Í þessum tilgangi skoðuðum við ílag sem landsmenn fá bæði á íslensku og ensku, viðhorf þeirra til beggja mála, málnotkun og málkunnáttu. Í þessum fyrirlestri munum við aðalega kynna niðurstöður varða fyrstu 2 atriðin, ílag og viðhorf. Ítarleg tölfræðileg greining á gögnum og verkefninu hefur nú þegar verið unnin en niðurstöður þeirrar greiningar verða kynntar síðar á öðrum vettvangi. Í megindráttum má segja þær niðurstöður sem nú þegar liggja fyrir úr verkefninu sýni að umhverfi og aðstæður íslenskunnar hafa breyst í kjölfar samfélags- og tæknibreytinga undanfarinna ára. Íslensk börn eru til dæmis miklu yngri í dag þegar þau hefja snjalltækjanotkun en þau voru í SAFT-könnun sem heimili og skóli stóðu fyrir árið 2013. Stafrænt enskt málaáriti töluvert í málumhverfi Íslendinga í dag, sérstaklega hjá börnum og unglingum og vísbendingar eru að virk notkun barna á ensku, það með tali og skrifum, hafi aukist frá rannsóknum Birnu Arnbjörnsdóttur og samstarfsmanna á árunum 2005 til 2011. Sem dæmi má nefna að niðurstöður okkar sýna að börn og ungmenni yngri en 20 spila frekar tölvuleiki en eldra fólk og tölvuleiki með samskiptum við aðra spilara eru nær einskorðaðir við þau. Þá sýna niðurstöður okkar að viðhorf barna, unglinga og fullorðina bæði til íslensku og ensku yfirleitt jákvæð en greina má mun á viðhorfum annars vegar unglinga og hins vegar eldra fólks til íslensku þar sem yngra fólk heldur neikvæðara. Við munum ræða þessa niðurstöðu nánar í þessum fyrirlestri. Fyrst verða nefnd nokkur dæmi niðurstöður og netkönnun 3 til 12 ára barna, fyrst net- og snjalltækjanotkun þeirra en svör bárust frá 724 börnum og foreldrum þeirra. Ef við lítum á aldur við upphaf 12 og snjalltækjanotkunar þá sést að yngstu börnin í rannsókn okkar sem eru 3 til 5 ára, táknuð með bláum súlum, byrjuðu að nota tölvur og snjalltæki yngst. Ekkert 10 til 12 ára barnana, gulu súlurnar, byrjaði að nota tölvur og snjalltæki fyrir 2 ára aldur sem skiljanlegt í ljósi þess að snjalltækjabyltingin hófst fyrir alvöru árið 2010 eða svo. Á glærunni sést að meir en helmingur þeirra 3 til 5 ára barna sem nota tölvur og snjalltæki á annað borð, eða 58% þeirra, byrjaði að nota tölvur og snjalltæki þegar þau voru 2 ára eða yngri og 8% byrjuðu yngri en 1 árs. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður SAFT-könnunar sem heimili og skóli stóðu fyrir árið 2013 kemur í ljós að börn eru yngri í dag þegar þau byrja að nota þessi tæki því árið 2013 byrjuðu aðeins 2% íslenskra barna að nota netið fyrir 3 ára aldur. Lítum næst á net- og snjalltækjanotkun íslenskra barna. Í því sambandi rétt að hafa í huga að 80 til 84% 3 til 7 ára barnanna sem tóku þátt í netkönnun okkar hafa aðgang að snjalltæki og 98 til 99% 8 til 12 ára barnanna. Vinstri myndin sýnir netnotkun barnanna og það sést að hún eykst eftir því sem þau eldast. Ljósblái liturinn niðri sýnir daglega netnotkun og við sjáum að 19% 3 til 5 ára barna nota netið daglega, en þetta hlutfall komið í 69% í aldurshópnum 10 til 12 ára. 15 eða rúmlega 20% yngstu barnanna virðist samt ekki nota netið, það dökkblái liturinn efst á glærunni. Myndin hægra megin sýnir hversu miklum tíma jafnaði börnin eyða í tölvum og snjalltækjum á hverjum degi. Hér einnig áhugavert að skoða yngsta hópinn, því þótt meiri hluti 3 til 5 ára barna noti tölvu eða snjalltæki sjaldnar en daglega eða minna en 1 klukkustund á dag, guli og grái liturinn, þá sýnir appelsínuguli liturinn að 20% 3 til 5 ára barna eyðir 1 til 4 tímum á dag að jafnaði í tölvum og snjalltækjum.
Hér sést einnig eftir því sem börnin eldast eða þau meiri tíma í tækjanum. En lítum nú á íslenskt og enskt málaáreiti í málumhverfi íslenskra barna. Í netkönnuninni spurðum við meðal annars hversu oft barnið talar eða reynir að tala ensku. Og þetta er myndin vinstra megin. Og hversu oft börnin hlusta á talaða ensku, myndin hægra megin. Ljósblái liturinn sýnir daglegt talhlustun og niðurstöðu sína að hærra hlutfall barna hlustar á ensku en talar eða reynir að tala hana daglega. Óvirk enska hlustun er því greinilega enn algengari en virk enskunótkun barna. Í netkönnuninni báðu við foreldra yngri barnanna og eldri börnin sjálf að haka við þær athafnir sem barnið stundaði að minnstakosti 2 í viku og möguleikarnir voru gefnir upp bæði fyrir íslensku og ensku. Lítum fyrst á niðurstöðu 3 til 5 ára barna. Ef við skoðum fyrst gulu, dökkbláu og grænu súlurnar fyrir ensku, hægra megin á glærunni, sjáum við að rúmur helmingur 3 til 5 ára barna horfir á enskt efni á efnisveitum eins og Netflix, rúm 60% þeirra horfa á enskt efni á netinu, til dæmis á YouTube, og 35% 3 til 5 ára barna spila tölvuleiki á ensku. Í þessum aldurshópi hefur íslenskt efni samt enn vinningin í öllum efnisflokkum, nema hvað varðar efni á netinu, til dæmis YouTube, dökkbláa súlan og tölvuleiki græna súlan, en þar eru súlurnar fyrir ensku hærri en þær íslensku. Tölurnar fyrir 6 til 7 ára börn í raun mjög svipaðar, þótt aðeins hafi dregið úr lestri á íslensku fyrir börnin. Hann komið niður í 85% í stað 90% hjá þeim 3 til 5 ára. Og 6 til 7 ára börnin hlusta líka heldur minna á efni þar sem íslenskt tal í aðalhlutverki. Helsta breytingin felst í nokkuð auknu áhorfi á enskt efni á netinu og í aukinni spilun tölvuleiki á ensku sem komin í tæp 60% í stað 35% hjá þeim yngstu. Hjá eldri börnunum tókum við fleiri þætti inn. Það enn verið að lesa íslensku fyrir 69% 8 til 9 ára barna og 80% þeirra lesa bækur eða blöð á íslensku að minnstakosti 2 í viku. Áhorf á íslenskar sjónvarpsstöðvar enn mikið 84% í stað 89% í 67 ára aldurshópnum. En enska hefur nú vinningin þegar kemur á áhorfi á efni frá efnisveitum og af netinu og í spilun tölvuleikja. Þetta eru riður, rauð, grá, dökkblá og græn súla. Þegar börnin orðin 10 til 12 ára auðvitað lesi minna fyrir þau en þó rúmlega 40%. Það hefur líka dregið úr hlustun á íslenskt efni og aðeins úr bóka og blaðalestur á íslensku og áhorf á íslenskt sjónvarp og reyndar einnig áhorf á íslenskt efni frá efnisveitum og netinu. Skrif og spjall á netinu á íslensku og áhorf á efni í smáforritum á íslensku hefur hins vegar stóraukist. Hins vegar hefur dregið úr spilun tölvuleikja á íslensku án samskipta við aðra spilara en spilun tölvuleikja með samskiptum hefur aðeins aukist. Enskunótkun nokkuð svipuð og í 8 til 9 ára aldurshópnum þótt skrif og sérstaklega spjall á netinu á ensku hafi aukist verulega og notkun ensku í smáforritum en einnig hefur lestur bæði á netinu og bóka og blaðalestur á ensku aukist aðeins. Ef við skoðum sérstaklega hlutfall 3 til 12 ára barna sem spila tölvuleiki á íslensku og ensku eftir aldri, þar sem myndin vinstra megin sýnir spilun tölvuleiki á íslensku að minnstakosti 2 í viku og myndin hægra megin það sama á ensku, þá kemur í ljós að meðaltali spila tæplega 50% barnanna tölvuleiki á íslensku en þetta hlutfall fer upp í tæp 75% þegar spurt um spilun tölvuleiki á ensku. Samanburður á myndunum 2 sýnir að yngstu börnin 3 til 4 ára spila frekar tölvuleiki á íslensku en börn á aldrinu 5 til 12 ára spila frekar tölvuleiki á ensku. Áhugavert að þegar spilun tölvuleiki skoðuð eftir kynjum þá kemur í ljós kynjamunur. Í 6 til 7 ára aldurshópnum hægra megin á glærunni sést að miklu fleiri strákar spila tölvuleiki á ensku en stelpur. Þær spila frekar tölvuleiki á íslensku en strákar. Í eldri aldurshópnum 8 til 12 ára komið fram tölverður kynjamunur í spilun tölvuleiki almennt, þar sem mun fleiri strákar en stelpur spila tölvuleiki hvort sem þeir eru á ensku eða íslensku. Á myndinni sést að munurinn sérstaklega mikill á milli kynjana í tölvuleikjum með gagnvirkum samskiptum við aðra spilara sem strákar spila meira en stelpur. Í þessu sambandi einnig áhugavert að skoða stafrænt ílag barnanna samkvæmt niðurstöðum viðtalskönnunarinnar. Niðurstöður MR-ritgerðar Ólafar Bjarkar Sigurðardóttur sýna að stafrænt ílag barnanna aðallega á ensku. Öll eldri börnin 8 til 12 ára og flest yngri börnin horfðu á efni fengið á YouTube en Netflix var einnig vinsælt.
Börnin horfðu mest á efni á ensku, enda framboð á íslensku efni, talsettu efni á íslensku og efni með íslenskum texta af skornum skammti á þessum veitum. Eldri börnin kusu jafnvel að sleppa íslenskum texta ef hann var í boði eða hafa frekar enskan texta til að efla færni sína í ensku, sögðu þau í viðtölunum. Og lítum þá á viðhorf barnanna til ensku. Eins og kom fram í Ritgerð Ólafar Bjarkar viðhorf barna bæði til íslensku og ensku almennt jákvætt samkvæmt viðtalskönnuninni. Í netkönnuninni var spurt áhuga barnsins á ensku og því að nota enskukunnáttu sína. Myndin vinstra megin sýnir að sá áhugi greinilega mjög mikill og eykst með aldrinum, því 43–70% frekar eða mjög sammála þessari fullyrðingu, dökkbláu og gulu litirnir efst í sólunum. Viðhorfið kemur líka að einhverju leyti fram í því hvort börnin sátt við að horfa á efni á ensku óþýtt. Á hægri myndinni sést að 56–77% frekar eða mjög sammála því að þetta trufli barnið ekki. Aftur dökkblái og guli liturinn. Í báðum tilvikum fer tala þeirra sem sammála hækkandi með hækkandi aldri barnsins. En nú tekur Dagbjört við og fjallar 13 ára og eldri. Já, þá snúfum við okkur á niðurstöðum unglinga og fullorðinna. Eins og sést á þessari mynd eiga nánast allir 60 ára og yngri snjalltæki. Allir aldurshópar nema sá elsti í 97% eða hærra og til dæmis snjalltæki eign 13–15 ára og 16–20 ára í 99%. Hér sést svo að notkunin sömuleiðis mikil. Dökkbláu súlurnar sýna notkun sem varir í 1–4 klukkustundir á dag og þær rauðu sýna notkun sem 5–8 klukkustundir á dag. Myndin sýnir að allir aldurshópar eyða töluverðum tíma í tölvum og snjalltækjum en notkunin verður minni í 2 elstu aldurshópunum. 50% 13–15 ára unglinga eyða 1–4 klukkustundum í tölvum og snjalltækjum á dag og tæplega 30% þeirra eyða 5–8 klukkustundum í það. Þetta unglingar sem í grunnskóla og því má ætla að meiri hluti notkunarinnar fari fram utan skólatíma. Það áhugavert í ljósi þess hve stutt eftir að deginum þegar skólatíma lýkur og notkunin á þeim klukkutímum mjög mikil. Næstu 3 aldurshóparnir sýna einnig mikla notkun og þar hækka fjólubláu súlurnar sem tákna 9–12 klukkustundir af notkun á dag. Það skal þó tekið fram að eftir 16 ára aldurinn líklega fólk að ræða sem í framhaldsskólum, háskólum eða á vinnumarkaði og því má ætla að töluvert mikil snjalltækja og tölvunotkun tengist skóla eða vinnu. Nú þá skoðum við næst ílag 13 ára og eldri. Þessi mynd sýnir samanlagt hlutfall 3 tegunda áhorfs en þátttakendur áttu að haka við þær athafnir sem það stundu að minnstakosti 2 í viku. Í fyrsta lagi hér talið áhorf á efnisveitur eins og Netflix, í öðru lagi efni af netinu eins og til dæmis af YouTube og í þriðja lagi efni í smáforritum á borð við Snapchat og Instagram. Og til hliðar má sjá liti hvers aldurshóps sem súlurnar tákna og myndin sýnir að það augljós munur á áhorfi eftir aldri en miðjulínan sýnir að elsti aldurshópurinn til dæmis langt fyrir neðan meðaltal. Yngstu 3 aldurshóparnir, það þáttakendur á aldrinum 13–30 ára, hins vegar töluvert langt yfir meðaltalinu og horfa því augljóslega meira á efni á þessum veitum. Og í sumum tegundum áhorfs sem hér að ræða litlar líkur á íslensku efni nema eftirvill í smáforritunum en þar þó líka líkur á ensku efni. Næst skoðum við tölvuleikjaspilin án samskipta að minnstakosti 2 í viku. Nánar tiltekið það sem engin gagnvirk samskipti fara fram. Þar sést augljós þróun þar sem yngra fólk spilar meira en það eldra og notkunin fer lækkandi með aldri. Yngsti aldurshópurinn 13–15 ára spila marktækt mest eins og rauða súlan sýnir eða í kringum 50%. Margir þessara leikja felast í einhvers konar mállegu ílagi þótt það sé óvirt, til að mynda getur söguþræði eða leiðbeiningum verið lýst munnlega eða skriflega og því ílagið líklega virkara en til dæmis áhorf á sjónvarpsefni. Þá ekki mikið íslenska tölvuleiki og því langlíklegast að hér sé enskt ílag að ræða.
Hér eru svo niðurstöður tölvuleikja með samskiptum og notkun þeirra áberandi minni en eins og sést á myndinni eru 4 elstu aldurshóparnir nánast í núllinu á meðan 2 yngstu aldurshóparnir, það er rauða súlan fyrir 13-15 ára og appelsínugula súlan fyrir 16-20 ára, þeir eru í 35% og 31%. Það er því mjög skýr aldursmunur þar sem yngstu 2 aldurshóparnir eru nánast einu sem stunda þessa gerð tölvuleikjaspilunar. Hér er semst að ræða tölvuleiki með samskiptum en það er ein nýjunga í stafrænni tækni þar sem unnt er að eiga í gagnvirkum samskiptum bæði skriflega og munnlega við fólk hvar sem í heiminum í gegnum netið. Hér eru bæði líkur á íslensku, til dæmis þegar vinir sem hafa báðir íslenska móðumáli spila saman en einnig líkur á ensku, til dæmis þegar fólk í mismunandi löndum spila saman en það hafa líka heyrst dæmi íslenska spilara sem tala ensku sín á milli í þessu umhverfi. Nú þá skoðum við viðhorf til íslensku og ensku og hérna er verið að athuga viðhorf til íslensku. Niðurstöðurnar sýna að flestir aldurshóparnir eru mjög eða frekar sammála þessum fullyrðingum. Það er mikilvægt að vera góður í íslensku eins og gulu og grænu súlurnar sína. Gulu súlurnar sýna þá sem eru mjög sammála og grænu súlurnar þá sem eru frekar sammála. Þrátt fyrir að allir aldurshópar séu mjög sammála mikilvægi þess að vera góður í íslensku, þá eru það mun færri í yngri aldurshópunum en þeim elstu. 53% 13-15 ára unglinga eru mjög sammála fullyrðingunni en 88% þeirra sem eru 61 árs og eldri. Það er töluvert mikil munur og þeir sem eru eldri eru líka afdráttarlausari í skoðunum sínum á meðan svör yngri þáttakenda dreifast frekar á skalanum. Flestir þáttakendur eru sammála báðum fullyrðingum, það er að það sé mikilvægt að vera góður í íslensku og ensku, en þessi mynd sýnir svör við mikilvægi þess að vera góður í ensku. Og við sjáum að hlutfallið er jafnara milli aldurshópa en þegar spurt var íslensku. Hér er þó augljós munur þar sem elsti aldurshópurinn er minna sammála en þeir sem eru yngri. Sem sést á því að 49% elsta aldurshópsins er mjög sammála fullyrðingunni en 65% þeirra sem eru 16-20 ára er mjög sammála henni. Þessar niðurstöður benda til þess að þessi töluverðu munur á viðhorfi yngra og eldra fólks til íslensku en viðhorfi til ensku sé svipara milli aldurshópa. Hér má svo sjá niðurstöður fyrir fullyrðinguna það á að búa til ný íslensk orð í staðinn fyrir þau ensku sem koma inn í málið. Græni liturinn táknar þarna þá sem eru mjög sammála og svo guli þá sem eru frekar sammála. Og myndin sýnir að hlutfall þeirra sem eru mjög eða frekar sammála fullyrðingunni hækkar greinilega með hækkandi aldri, þar sem þeir sem eru 61 árs og eldri eru mest sammála. Að sama skapi eru þeir líka afdráttarlausari, en það er áhugavert að sjá hvað hátt hlutfall yngri þáttakenda svarar með hvorki ósammála né sammála, sem er blái liturinn á myndinni, en það geti bent til þess að þeim sé eftir vill frekar sama þessi mál en eldri þáttakendum. Þá er mynd sem sýnir niðurstöður fyrir fullyrðinguna ég gæti hugsað mér að nota ensku fyrir raddstýringu tækja og takið eftir að aldurshóparnir þarna skiptast þannig á myndinni að yngsti hópurinn er neðst og elsti efst. En þarna sést að yngri kynslóðin hefur greinilega mjög jákvætt viðhorf til notkunar á ensku þegar kemur að því að tala við tæki og næstum helmingur eða 49% ungs fólks á aldrinum 13-20 ára, það er í 2 yngstu aldurshópunum, er mjög sammála því að það gæti hugsað sér að nota ensku fyrir raddstýringu tækja. Það er til dæmis við Siri í iPhone. En það hlutfall lækkar með hækkandi aldri þáttakenda og er komin niður í 6% hjá þeim sem eru 61 árs og eldri. Svo er hér að lokum niðurstöður fyrir fullyrðinguna mér finnst gaman að vera í aðstæðum þar sem ég þarf að tala ensku. Og þar er minni munur milli aldurshópa með þær myndir sem við höfum skoðað nú þegar. En samt sem áður töluverðu munur á þeim yngri og þeim eldri. Ef grænu og gulu súlurnar sem tákna mjög sammála og frekar sammála eru lagðar saman er rúmlega 41% 13-15 ára þáttakenda sammála þessari fullyrðingu en aðeins 20% fólks á aldrinum 61 árs og eldri. Yngra fólki þykir því augljóslega skemmtilegra en þeim eldri að vera í aðstæðum þar sem tala þarf ensku. Þá er þessari yfirferð okkar lokið og
athugið að niðurstöður ítarlegar tölfræðilega greiningar verða kynntar á öðrum vettvangi og þá þökkum við bara kærlega fyrir áhorfið.